Já, komið þið sæl. Gasmengun hefur verið að berast til norðurs og norðvesturs í dag en það breytist nú þegar líður á morgundaginn. Þá fer hún að streyma hér til suðausturs og austurs og þetta er svona heildar þá dreifingin frá hádegi í dag til hádegis á morgun en það hefur nú dregið úr virkninu og þar með talið gasmengunin að einhverju leyti. En hvað varðar svona stöðu veðrakerfa þá erum við með lægðasvæði hér í námunda við landið og það er svona yfirleitt hægur vindur á landinu en nokkuð skýjað og úrkoma að finna á köflum og við sjáum að það er nú svona staðan hjá okkur það sem eftir lifir þessa dags og morgundagurinn verður einnig nokkuð helgaður þeirri stöðu. Sérstaklega norðan og vestan til á landinu þá getur rýnt á köflum. En það ætti að hanga meira og minna þurrt á suðaustanverðu landinu þó ekki þetta sé útilokað að eitthvað muni nú dropa þar. En hvað varðar hitafarið þá er nú bara sæmilega hlýtt loft hér yfir Atlantshafinu og við erum að fá alveg fínustu hitatölur þó að það sé skýjað að mestu leyti hjá okkur og þannig verður það á morgun einnig. Hvað var nærmyndina þá sjáum við hér klukkan 19 og það er nú svona megnunu til skýjað á landinu svona myndasköt í þessu norðan til þegar hér er komið við sögu og við sjáum svona slitrótta úrkomu flekki hér víða land og við keyrum þetta þá sjáum við að áttin verður smá saman norðvestlæg þegar líður á nóttina og morgundaginn og við fáum hér inn úrkomu flekki sem að gera sér svona mest skildandi hér norðan til og vestan til á landinu. En einnig er að reiknast hér talsvert heiðarleg úrkoma austanlands tíma á morgun. Þetta er það staðan klukkan 14 á morgun, við sjáum að hitatölurinn svona almennt séð á bilinu 10-15 stig, gæti orðið nokkur gráðum betur en svo hér á Suðausturlandi og það sem andar að hafi hér norðvestanlands að þar er ekki endilega víst að hitinn nái 10 stigum. Og skýjað að mestu helst að sjá að gerir sólarglennu hér á Suðausturlandi á morgun. Í framhaldinu síðan og fram á sunnudag þá sjáum við að vindátt verður meira ákveðnar getum við sagt og það rofa til aðfram sunnudags bæði sunnan og vestan til á landinu. Áfram verður þó skýjað norðan heiða og getur rýnt lítillega öðru hverju þar slóðir. Og þetta hefur eðlilega áhrif á hitatölur, það er nú svona og undir 10 stigum á Norðurlandi, annars verður þetta 10-15 stig en gæti hæglega farið í svona 18-19 stig, jafnvel þessi best lætur þá hér sunnan til á landinu. Á mánudaginn hins vegar ætlar næsta lag að koma hér upp að landsteinunum og það verður ákveðin suðaustanátt á undan skilunum víða þetta 10-15 metrar á sekúndu. Skilin koma hér inn á suðvesturströndina eftir hádegi og getur rýnt nokkuð duglega úr þeim þegar þau fara norður yfir landið. Hitatölur norðanheiða ætla þennan daginn þá að fara í þetta 17-18 stig. Og síðan er að sjá að á þriðjudaginn þá verði suðlæg eða suðvestlæg átt hjá okkur og rigning á köflum sunnan og vestan til á landinu gæti eitthvað rýnt örlítið norðan heiða tíma en hitatölur getur náð 20 stigum þá á norðausturhorni landsins. En varðandi veður út í heimi þá sjáum við að það búið að vera skúraleiðingar nokkuð víða í Evrópu og það á við morgundaginn á Bretlandseyjum og víða í Skandinavíu, jafnvel að þessi geti gert þrumuveður til að mynda í Stokkhólmi og við sjáum einnig þegar við fikrum okkur hér sunnar í álfunni að þessir úrkomuflekkir þá er að finna víða og hér í Suður Þýskaland og Alpafjöllunum og þar er við búið að vera víða þrumuveður á morgun. En það á ekki við Íberíuskagann því að þar ætlar hiti að verða og yfir 30 stigum og sólríkur dagur í vændum og einnig verður sólríkt á Kanaríeyjum og hiti 25-30 stig. Endur svo hér yfirferðina í Norður-Ameríku þá er að sjá að það sé í Austurríki og Bandaríkjunum þar sem verða skúraleiðingar og jafnvel þrumuveður á ferð en að öðru leyti sólríkt og hlýtt eins og á að vera í júlí. Sem þetta gott að vera í dag, verið sæl.